En til mér komin framkvæmdastjóri Árborgar, Ásta Stefánsdóttir, komdu sæl. Já, blessaður. Herðu, glæsilegu dagur í gær, 17. júní. Já, 17. júní tókstu vel. Mjög vel. Það var svolítið naburt en... Já, það var svolítið naburt en hérna þetta... En fylgir það ekki bara 17. júní að það sé smá rigning og... Bara venja okkur við það. Já. Þannig þetta. Nákvæmlega. Viðbyggingin við Sundhöll Selfoss var formlega vígð í gær. Já, þar kom gríðarlegur fjöldi fólks að skoða. Og það var ekki annað að heyra en að fólk væri bara mjög ánægt með það sem það sá. Algjörlega. En það þetta algjör bylting í aðstöðu bæði fyrir gesti og starfsfólk og bara alla sem að nota laugina. Örlítil bylting. Þetta örlítil bylting, það má segja það. Þannig og klefarnir nýju, nú hægt að já, eins og við höfum oft farið inn á klætt sig úr og í á þess að reyka sig í næsta mann. Algjörlega, og bara góð aðstæða líka í búningsklefum fyrir fatlaða. Já. Sviðan þessi nýja innilaug, lítil svona grunnlaug, 90 cm laug, sem að bara mun nýtast vel bæði til að busla og leika sér og líka fyrir kennslu fyrir þá kannski yngstu og elstu. Já. Þetta bara góð viðbót. Algjörlega. Og líka ég var hérna svæðin í gær og fór að veltaði fyrir mér að það hefur oft verið gott veður hérna í sundlauginni og margir hafa getað sólað sig. En það bara eftir að verða heitara. Já, það kemur svo mikið skjól á nýju byggingunni og svo líka bara mikið endurkast á sólargeislana af öllu þessu gleri. Já. Þannig að menn verða brúnir bara aftan og framan. Það skiptir engu máli hvernig maður snýr. Nei. Þetta flott og til hamingju með þetta. Já, takk fyrir og bara til hamingju allir íbúar. Já, og hún verður síðan opnuð núna. Já, í næstu viku. Það er bara svona verið að fínbúsa og stilla kerfi og tæki og svo bara eftir að flytja úr gámnum sem er búið að vera í núna síðan einhvern tíðan vetur og koma náttúrulega öllum kassakerfum og slíku á réttan stað, þannig að þetta verður bara eftir í næstu viku. Kaffetería, hún verður hann á staðinu? Já, það verður smá kaffetería þannig að það er oft þannig heyrist mér og sýnist að karlarnir þurfa stundum að bíða meðan konurnar að klæða börnin og þurrka þeim og svona. Já. Þá geta þeir tilt sér á meðan. Sest niður og fengið sér kaffi eða eitthvað. Nákvæmlega. En er komið eitthvað á reynd með líkamsræktar ástöðu þarna? Nei, það er ekki búið að gefa neitt út það. Það verður nú bara vonandi gert innan tíðar. Já. Þetta er alltaf að smella, heyri ég, og það er jáverk sem að sér alveg það og á þá efri hæðina og sér alveg að koma þar inn rekstri. Já. Þeir eru búin að vera á fulla vinni þessu og þetta er alltaf að smella, þannig að það fer að koma. Heldur betur, og sögumari framöndan og glæsilega aðstæða bara býður fólksins. Komandi helgi, það er búið að vera nóg að gera og það er nóg framöndan. Það er búið að vera nóg að gera, kótileiknum tókstu rosalega vel. Heldur betur. 17. júní velhefnaður, það voru hátíðahöld bæði á Eyrarbakka og Selfossi og bara velhefnað á báðum stöðum. Skemmtileg síðan þessi vísla á lauginni í gær. Nú síðan er auðvitað bara meira framöndan. Það er Jónsmessuhátíð núna helgina. Hún er nú alltaf vel sótt. Hún er alltaf mjög vel sótt og mikill fjöldi sem kemur alltaf á laugardagskvöldinu. Það er fjöldasöngur og brenna. Í fjörunni á Eyrarbakka. Alltaf stemmingi kringu það. Og svo líka fornbílamótið, landsmót fornbílaklúbsins sem er haldið hérna á Selfossi. Þeir eru bara orðnir rótgrónir hér, vilja hvergi annars stað vera. Algjörlega. En það aðstæðan frábær. Ég held þetta sé 12. skipti sem eru að koma. Það er rétt í þar. Og þeir eru bara, þetta er mjög hefðbundið og bæjarbúar þekkja orðið mjög vel. Það er hópkeisla inn á svæðið á föstudagskvöldinu. Já. Það sem er svona smá setning og svo eru menn bara að stilla upp og raða bílum og eru að streyma þarna alveg allt kvöldið og síðan er opið á laugardeginum að koma og skoða og þeir eru alls konar upp og komur, það er verið að kynna einstaka bíla og segja frá og svona og það er alltaf fullt af fólki sem mætir bara til að skoða bílana. Já. Og það er ekki bara stóri bílar, það verður líka fjastýri bílar, keppni í því. Já, þetta er bara allt á hjólum. Allt á hjólum, nákvæmlega. Það er bara þannig. Og Jónsmessan, þessi fína dagskrá á Eyrarbakka og allt að komast í sparihutin þar. Já. Og bara mikil stemming. Þú ert nú ættuð af þessu svæði reynda frá Stokkseyri. Jú. Og þú hefur nú væntanlega sótt Jónsmessuna ansi oft. Já, ég hef oft komið á Jónsmessuna. Það er alltaf gaman að koma og bæði að vera svona yfir daginn og þetta er svona þessi föstu liðir, það er farið á brúðubílinn og svo er opið víða og hægt að skoða ýmislegt og endilega kíkja í laugabúð og allt það sem er í boði. Já. Og svo kemur maður kvöldið og á brennuna. Já. Og það er mikið vel tekið þar undir í söng og gleði bara. Og svo eftir brennuna og söngina þá verður dansleikur í Frystihúsinu? Já, dansleikur í Frystihúsinu, það er Rauða húsið, stendur fyrir því og það var mitt í bæjaráði í morgun verið að veita samþykki fyrir því, þannig að... Já, glæsilegt, það er komið á hreint. Já, þetta er komið á hreint. En það hefur á þessari Jónsmessu og Eyrarbakka það hefur oftast nær verið gott veður. Það er nefnilega þannig að það hefur oftast nær verið gott veður. Það spáir góðu veðri fyrir helgina. Já. Það reyndar eitthvað verið að tala einhverju úrkomu seinnipartinn á laugardaginn, en ég held að það sé bara tóm vitleysa. Það var bara örugglega eftir að leiðrétta þetta á veðurkortinu. Kannski búið að því. Samkvæmt
kortinu hjá Veðurstofu Íslands að þá á að vera 10 stiga hiti og 2 metrar á sekundu og væntanlega þurrt. Já, þetta er bara Jónsmessu veðrið, sko. Það er bara svona. Algjörlega. Þetta er flott. Eitthvað meira, það er auðvitað stór dagur á morgun hjá konunum. Já, heldur betur. 19. júní. Það má ekki gleyma því. 19. júní á morgun og hérna sveitafélagið, eða leikskólarnir í sveitafélaginu standa fyrir sérstökum hátíðafundi á Hótel Selfossi sem hefst klukkan 1 á morgun og opinn öllum. Og þar á að fjalla sérstaklega svona málting og kannski svolítið með þjóðfundarsniði lýðræðismáli leikskólum. Já. Því að það veitir ekkit af að ala börnin strax upp í því að þekkja lýðræði og vinna eftir því og hérna mjög mikilvægt og ég vona að þetta verði vel sótt. Ég veit að starfsfólk leikskólan ætlar að mæta og vonandi bara sem flesti sem að sjá sér fært að kíkja þarna við. Nú í kvöld, eða seinnipartinn dag er líka sérstakur hátíðafundur í bæjarstjórn. Þar sem að eingöngu konur munu sitja fundin. Já, flott. Og þar eru náttúrulega ýmis hefðbundi mál á dagskrá að greiðsla á einhverjum fundagerðum og þess að það, en þá einnig að fjalla samstarf sem að er í raun hafið en á formgera og fara í með formlegum hætti við lögregluna á Suðurlandi svona breytta verkferla í heimilisofbeldismálum. Já. Þetta er búið að vera að pröfa svona það sem aðver árinu og hefur lukkast vel. Þannig eru félagsþjónustan og lögreglan í miklu markvissara starfi, taka upp svona nýja verkferla og vinna eftir þeim. Það sem að er farið, þessi mál fara miklu svona hraðar í meðferð og í gegnum allt það ferli sem að þau þurfa að fara í, sem að skiptir mjög miklu máli. Þetta er málefni sem það er væntanlega að efla. Já, þetta er samstarfið. Já, samstarfið hefur verið gott en þannig er verið að svona setja þetta svona í ákveðin kassa. Það er bara unnið eftir tilteknum leiðum og allir vita sitt hlutverk og félagsþjónustan kemur inn í málin bara alveg á fyrstu stigum samstarfið við lögregluna. Þannig að já, ég held að þetta hafa minn heilt fjallað þetta var byrjað á Suðurnesjunum. Jú. Og við erum að taka þetta upp hérna líka á Suðurlandinu og bara í afskaplega góðri samvinnu við lögreglu og höfum mjög gott samstarf þar. Frábært. Aðeins með 19. júní á morgun, það eru margir vinnustæðir, það sem að konur vinna, það verður bara lokað. Já, hjá Árborg er gefið frí á milli 12 og 4, þar sem að því var viðkomið. Það var ekki hægt að loka eins og búsetu einingum fyrir fatlaða og þar sem við erum að sinna heilabiluðum og þannig. Það er bara fólk sem þarf þjónustu, sama hvort að dagur er nótt og hvað dagurinn heitir. Algjörlega. Þannig að því er haldið opnu. En annars staðar fær starfsfólk frí, hvort sem er karlar eða konur, á milli 12 og 4 og síðan eru sumir vinnustæðir sem eru með opið eftir 4 eins og Sundlaugarnar og Gámasæðið og það opna bara klukkan 4 eftir. Já. En þetta er gert að tilmælum ríkisstjórnar Íslands og til þess að fólk geti tekið þátt í hátíðarhöldum. Það er kannski ekki mikið skipuleg hátíðarhöld hér, það er þó þessi hátíðarfundur sem leikskólinni standa fyrir Hótel Selfossi. Síðan náttúrulega heilmikil dagskrá í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu við það. Já. Og ég hvet bara fólk til þess að finna sér það sem það langar að taka þátt í á dagskráni og endilega að taka þátt. Og þarna hefur fólk auðvitað tækifæri eftir klukkan 12 að skella sér í bæinn til dæmis. Já. Þannig að þetta er flott. Ég segi bara til hamingju með daginn á morgun. Já, takk fyrir. Og eða góða helgi. Takk. Já, bless.